bæjarstjóri og uppsýn og kynningaveitur sem hér í sal á bæjarskrifstofuna Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 260. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 593 og 594 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd númer 222, hafnarstjórn númer 209, íþrótt- og tómstarfnefnd númer 55 og barnaverndarnefnd númer 93. Þá eru hér einnig undir liðnum almenn mál, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019 viðauki 1, umsókn vegna fiskeldis Austfjarða á allt að 20.800 tonna eldi í Ber- og Fáskrúðsfirði, umboð til kjarasamningsgerðar, auglýsingum skráðu störf hjá Fjarðabyggð sem undanskilin verkfallsheimild, reglur afskriftir krafna, deiliskipulag Leiru 1 innar hafnarsvæðis sunnan Strandgötu og Eskifirði, breyting stækkun hafnarsvæðis og þetta allt saman liður undir almenn mál. Bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli mína á því að liður 10 auglýsingum skráðu störf hjá Fjarðabyggð sem undanskilin verkfallsheimild, þar sem hann hlutað þeim lista þá óskar hann eftir að fá að víkja þá og ég hef samþykkt það að hann víki undir þeim lið þegar að honum kemur til umræðu og atkvæðagreiðslu. Svo ég geri þetta nú rétt og greini frá þessu í upphafi fundar eins og á að gera. En þá ekki til einn að bíða, ég óskar náttúrulega bæjarfulltrúum og þeim sem horfa gleðilegs nýs ás og þakka fyrir samstarfið á liðnu ári og þá hefum við hér fund í dag og fyrst hér fundargerðir bæjarráðs 593 og 594 orðið laustu þær. Eydís Ásbjörnsdóttir beðum orðið, gerð svo Eydís. Ég hef það hérna í púltinu líka. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkru mál í fundargerðum bæjarráðs númer 593 og 594 og það fyrst mál, liður 1.1 í fyrir fundargerðinni. En hérna á haustmánuðum voru tekin ákvörðun að fara í útboð á vátryggingum Fjarðabyggðar og í framhaldi af því þá tók bæjarráð ákvörðun að taka tilboð lastbjóðanda sem var frá Tryggingamiðstöðinni og jafnframt það bókað í bæjarráðið að félag bæjarritara og bæjarstjóra yfirfara atvika skráningakerfi okkar og taka ákvörðun afgreiðslu þess en eins og þið vitið þá var því máli frestað þangað til eftir útboð vátrygginganna. Og það liðir 1.5 og 2.3 umsagnir vegna fiskeldis Austfjarða en Matvælastofnun óskaði eftir umsókn Fjarðabyggðar vegna fiskeldi Austfjarða á alltaf 2.800 tonnum í Beru- og Fáskrúðsfirði og við fengum frest til að skila inn umsókn til 10. janúar sem í dag og við tókum þetta fyrir í bæjarráðinu á mánudaginn og bæjarráð tók þar undir efni minnisblaðsins sem liggur til grundvallar umsögninni og með leyfi bæjarstjóra forseta að þá ætla ég aðeins að vitna í þá bókun. En bæjarráð tekur undir efni minnisblaðs þar sem fram kemur að mikilvægt sé að vandað eftirlit verði haft með niðursetningu sjókvía og öðrum framkvæmdum tengdum fiskeldi í sjó. Eins og fram kemur í athugasemdum sveitarfélagsins og annarra aðila eru miklir hagsmunir til staða tengdir siglingaleiðum og því verður að tryggja eftirlit með raunverulegri staðsetningu mannvirkja í sjó svo siglingaleiðum sé ekki ógnað. Þá minni bæjarráð á að lítið sem ekkert eftirlit með starfsemi fiskeldis á Austfjörðum og bendi bæjarráð í því sambandi að heilbrigðiseftirlit Austurlands vel til þess fallið að annast eftirlitið. Umsögnin verður svo tekin hérna til afgreiðslu og eftir undir almenn mál. Liður 1.8 framkvæmdastjóri Krónunnar Greta María Gretarsdóttir kom á fund bæjarráðs þar sem var farið yfir rekstur og eflingu Krónunnar hér á Reyðarfirði og þessi fundur var í rauninni í framhaldi á öðrum fundi sem við áttum fyrir sunnan með Gretu Maríu og þar sem að komu hérna var haft orð við okkur að Krónan væri hreinlega að loka hérna hjá okkur sveitarfélaginu
en hún muni hætta starfsemi og þess vegna vildum við eiga þetta samtal beint við framkvæmdastjóra. En þetta eru sögusagnir og þau eru ekki að fara að loka og ætla sér að efla reksturinn enn frekar. En því miður þá bara höfum við þá reynslu hér í sveitarfélaginu að við höfum verið að missa frá okkur stór fyrirtæki og sem miður. Liður 2.5 bæjarráð samþykkti uppfærð kjarasamninga umboð Fjarðabyggðar og stofnana við samband íslenskra sveitarfélaga í komandi kjarasamninga viðræðum. Svo ætla ég aðeins að koma inn á einn lið í viðbót, það liður 2.12 erindum öldrunarmál, en við tókum fyrir bréf frá Þórhöllu Ágústsdóttur hjúkrunarfræðingi þar sem hún lýsti yfir miklum áhyggjum að stöðu öldrunarmála í Fjarðabyggð. Einnig sendi hún sama bréf til stjórnar HSA. Bæjarráð tekur undir þessar áhyggjur bréfritara og tókum við það fram í bókun og vil ég ítreka það að það verður lögð áhersla á málefni aldraðra á þessu kjörtímabili og við erum þegar hér búin að samþykkja að bæta við stöðugildi til að sinna öldrunarmálum og svo staða núna þegar í auglýsingaferli. Við höfum einnig farið í breytingar á stjórnsýslu með það markmiði að styrkja rekstrarlegan grundvöll hjúkrunarheimilina og í gegnum árin hefum við átt marga fundi við ríkisvaldið til að þrýsta úrbætur vegna hjúkrunarheimilina hjá okkur í Fjarðabyggð og núna síðast áttum við fund með Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra núna í nóvember og ég vil trúa því að þær viðræður fari núna að skila einhverjum árangri. Við vísum þessu bréfi áfram til framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina og félagsmálanefndar til áframhaldandi vinnslu. Það var ekki fleira. Takk fyrir Eydís. Óskar til að fá að taka til máls og koma yfir nokkur atriði í fundagerðum bæjarráðs. Reyndar formaður bæjarráðs hefur farið vel yfir það sem ég vildi svona aðeins sníkja og það nú fyrst þannig í fundagerð 593 í lok hennar eins og kemur þar fram bara til svona greina frá því að þessum fundi loknum þá héldum við til Fljótsdalshéraðs og áttum þar fund með bæjarráði Fljótsdalshéraðs. Þetta hefur verið svona hefðbundi hjá okkur síðust ár, við höfum reynt að hittast þessi bæjarráð, þess að tveggja sveitarfélaga svona 1 til 2 ári og ræða kannski svona mál sem tengjast okkur máðum og þetta var einn ágætasti fundur, ýmislegt rætt, farið yfir ýmis málefni sem eru sameiginleg í þessum sveitarfélögum eða sameiginlegum vettvangi og tekin ágætis umræða og ég held að þessir fundi sé alltaf af hennum góða. Síðan náttúrulega hér aðeins koma hér inn á í 594, þannig kannski liður 3 eins og formaður bæjarráðs fór hér yfir og las upp þá bókun sem var í tengslu umsagnir þetta umsagnir sem við erum að vinna til Matvælastofnunar vegna beiðni hennar þar sem er ræða 20.800 tonna framleiðslu fiskeldis austur og lax í Berufirði og Fáskrúðsfirði. Það er svona í þessu fiskeldismálum öllum þá eru svona ýmsir þættir sem hafa vakið furðumanns í öllu þessu ferli. Bæði frá við hófum þessa vegferð þegar hér voru sótt gríðalt magn leyfa og við fórum að fara hér mjög skipulega yfir og höfum verið að vinna nýtingaráætlun fyrir okkar firði. Náttúrulega stuðaði mann mest í byrjun var kannski þetta algerlega ekki segja hvað svo lítil áhrif við höfum á fiskeldi, á staðsetning og annað sem við höfum gagnrýnt náttúrulega og venn þekkja hér á þessum vettvangi bæjarstjórnar gegnum árin, hvað við höfum gagnrýnt þar og við höfum ekki skipulagsvaldið við fjörðunum og við gagnrýndum þessa leið sem farin var á endan loksins þegar lögum haf- og strandsvæði komum fram í vor, loksins á þinginu þegar þeir var lokið og ég ætla svona ekkert að áreita það er búið að áreita það núna við ráðandi að það er mjög sérstakt að svo samsynþið þar var gerð í þeim lögum að það er gerð svæðisráð og það skulle ekki ennþá búið að kalla það saman og ég held að sé ekki eins og búið að manna það að hálfu ríkisvaldsins. Sveitarfélögin lögu strax í bara byrjun sumars að skipa í það ráð til þess að það getur nú fara að koma saman og ræða þessi skipulagsmál
En það hefur ekki ennþá verið séð ástæða þess af hálfu ráðuneytisins með þessi mál fer, umhverfisráðuneytisins, að kalla saman þetta svæðisráð. Þannig að síðan náttúrulega kannski þó menn hafi ýmislegt út á að setja það lagaumhverfi sem fiskeldi býr við núna, að það skulle þá gera farið eftir þeim lögum og reglum sem nú er í gangi. Það er þetta verður að vera þannig að öll atvinnustar sem við geta treyst í að það lagaumhverfi sem er gildandi hverju sinni, það taki þá þeim málum. Séu menn ósáttir, séu stjórnvald ósátt við þetta, þá séu lögum breytt. Það vekur, og ég leyni því ekki, það mér finnst áhættumat, annars vegar það mat sem unnið var hér burðarþoli á þessum fjörðum, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði og svo erum við að vinna á hinum fjörðum, Stöðvarfirði komið, að það mat virðist ekkert í engu vera haft þegar kemur svo að áhættumati sem var svo lagt fram á seinni stigum og er hann aðal gerandin í leyfisveitingunum. Og samkvæmt því áhættumati þá er 15.000 tonna hámark á Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði samanlagt. Og þá getur maður séð kannski fyrir sér að það mun þrengja verulega allir uppbyggingu. Og þetta skýtur mjög skökku við þegar maður ber þetta saman svo við burðarþolsmat fjarðanna, hversu áhættumatið er stíft. Og ég hef ekkert breytt þá skoðun mína að mér finnst þetta áhættumat sem ég get skilið af því sem leikmaður afskaplega sérstakt rit sem er settið fram. Það virðist ekki vera mikið rýnt, það virðist ekki vera mikið, það er ekki, mann finnst vanta ýmislegt í þá vinnu sem á að standa á bak við slíkt plagg eins og það er og það er orðið stefnumótandi plaggi allir þessar umræður. Þannig að mér finnst svona, og þegar ekki tónum því, ég hef tölvar áhyggjur af því hvert þetta er að fara og þetta mun hafa gríðarleg áhrif á þá uppbyggingu sem fyrirhugðu var hér á vegum fyrirtækja eins og Laxa sem ég hef heilmiklar áhyggjur af. Auðvitað höfum við í engu hvika, við viljum hafa skoðun og höfum skoðun á siglingarleiðum og hvernig við viljum sjá þetta í fjörðunum okkur og það hefur engu breyst og við höfum átt ágætis samtal við þessi fyrirtæki það að önnur svo starfsemi sem fyrir í fjörðunum verður náttúrulega að fá að njóta sín en leið að þetta sé get ekki byggst upp til framtíðar. Þetta er orðið mjög svona, mér finnst þetta orðið mjög svona snúið að mörgu leyti og hefði viljað sjá úr þessu unnið betur. Það er fagnaðarefni að sé að koma fram nýtt lagafrumvarp á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fiskeldi sem nú er í samráðsgáttinni þó að þegar eflaust með mann hafa ýmsar skoðanir á því sem þar er, þá er það mjög brýnt að þetta komi samræmt lagaumgjörð og eins og ég sagði áðan, en á sama tíma finnst maður náttúrulega óeðlilegt að sú lagaumgjörð sem er í gangi í dag sé þá ekki notuð meðan að önnur betri eða önnur hefur ekki litið dagsins ljós eða tekið gildi. Síðan náttúrulega alveg sérstakur kapitel út af fyrir sig að það eftirlit með þessari starfsemi, hvernig henni er háttað. Það hefur verið marga gagnrýnt að henni sé ekki komið fyrir öllu leyti heimi héraði, henni sé fjarstýrt annars staðar á landinu úr eftirlitsstofnunum sem hlýtur að gera það verkum að bæði verður eftirlitið í svona ákveðnum íflugumynd sem er ekki hvorki iðnaðinum né okkur sem hér búum til neins gagns. Því iðnaðurinn enga síður þarf líka á því að halda að hann getur treyst í að það sé virt eftirlit en hann sé hafi yfir allan að vafa. Þannig að það er þetta alveg grátbrostlegt að sjá það að heilbrigðiseftirlitin sé ekki notuð meira hvort sem er í þessu og öðrum þáttum því að það er búið að byggja upp gríðarlega öflugt net heilbrigðiseftirlits á Íslandi. Heilbrigðiseftirlit á Austurlands hefur sýnt á gegnum tíðina því það getur vel tekið á þeim verkefnum sem því er fólkið. Það skapa hér ákveðin líka fjölbreytileika starfa og fleira á þessu svæði og það er mjög dapurlegt að menn skuli ekki hafa nýtt sér það í auknum mæli hjá ríkisvaldinu talandi það að vilja dreifa störfum að nýta sér slíka möguleika sem þau bjóða upp á. Þannig að manni finnst maður svolítið staddur alltaf á sama reitnum en vonandi verður þetta til þess núna að þetta verði tekið fastar í tökum. Aðeins bara í sambandi við lið 5 það er bara svona sem eða svo vorum að koma inn og við vorum að staðfesta núna svo verið hefur náttúrulega að sveitarfélögin fara saman í kjarasamningagerð. Það er náttúrulega eðlilegt þannig að jafnræðis sé gætt milli sveitarfélaga og gagnvart starfsstéttunum
og og það mikil vinna þar framöndan og allir þekkja. Það gríðarlegu fjöldi kjarasamninga laus og stífar viðræður framöndan. Aðeins samt við lið 12 sem komum inn á, og það erindi sem Þórhall Ágústsdóttir sendi, hjúkrunarfræðingur, og réttir að þakka, að það fátt sem hefur að mörguleiti þann tíma sem ég hefur sittið í bæjarstjórn fundist að reynda að mörguleiti það hversu skammt á veg okkur hefur tekist að komast að mörguleiti með uppbyggingu öldrunarþjónustu hvað varðar ríkisvaldið. Þetta hefur verið mál þetta málaflokkur sem náttúrulega viðkvæm málaflokkur sem í nærumhverfinu, og það grátlegt í rauninu hvað svo litla aðkomu sveitarfélögin hafa að þessu málaflokki, verandi þau sem taka náttúrulega við þeim athugasemdum sem gerðar eru náttúrulega í samskiptum við fólkið og aðstandi þeirra sem á þessu þurfa að halda, en á sama tíma treystandi á það að þetta málaflokkur sem ríkisvaldið rekur. Það hefur farið, og ég get fullvissað menn þá menn þekkja það sem hér hafa verið, að í þetta hefur eitt eðlilega miklum tíma og miklum þungi að ná þessu saman. Hér þarf aukningu, hér þarf uppbyggingu á hjúkrunarrýmum, hér þarf endurbætur á hjúkrunarrýmum sem fyrir eru. Hér þarf að vera grundvöllur til þess að hægt sé að veita þessa þjónustu. Við höfum orðið að hlaupa tilbaka, þetta allt saman hlutir sem menn þekkja. En á sama tíma upplifa íbúar eðlilega það sem upp á vantar í þessu málaflokki og taka það umræði við sveitarfélagið sitt og finnst lítið gerast, og ég hef fullan skilning á því. Og þess vegna það þyngra en tárum taki að sitja nú hjá 3. heilbrigðisráðherranum í starfi, alltaf vænsta fólk sem verið hefur í þessum hlutverki, og vera svolítið ennþá alltaf á þessum byrjunarreit eftir allt sem búið að vinna undan. Eins og kom fram þá áttum við fund núna með Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra í nóvember, og eftir það var skilað inn meira af gögnum og fleira til að undirstinga og undirbyggja þá ákvörðuna að hér þurfi uppbyggingu annars vegar fleiri nýrra hjúkrunarrýma og að fara í þær lagfæringar sem þarf til á Uppsölum og Fáskrúðsfirði. Ég vona að þetta skili, þetta þarf að við munum leggja þetta gríðarlega áherslu núna í byrjun árs áfram, en árin hafa liðið og þetta málaflokkur sem mun ekki minnka í framtíðinni, og við verðum að fara að fá bæði skilning ríkisvaldsins á því og það fjármagn sem til þar til að geta sinnt þessu með sóma. Það ekki á döfinni eins og var þegar málefni fatlara færðist til sveitarfélagana frá ríkinu eftir töluvert mikla og langa samningalótum árabil. Því uppgjör kannski svona rétt að ljúka núna. Það átti að fara í málefni aldra, þau átti að færast til sveitarfélagana. Það mál var sett á bið vegna, ég ekki segja vegna þess hvernig til tókst að mörguleiti hvað var það fjármagn sem þurfti að fylgja málaflokki fatlara. Ég alveg fullur svo því að þeim málefnum betur sinnt og á þeim betur haldið þetta málefnum fatlara heldur var áður. Grunnskólanum líka betur haldið og betur sinnt eftir við tókum hann yfir árið 1900 eða á kjörtímabili 94-98. Af því að þegar þessi þjónusta færist í nærumhverfið þá vex bæði skilningurinn og þekkingin á þörfinni. En við stöndum fram fyrir því núna að það ekki alveg á teikniborðinu þessar umræður eigi sér stað milli ríkis og sveitarfélaga. Þá verðum að geta treyst í að við höfum þann skilning á ríkisvaldinu. Og bursi frá flokkum og fólki, það skiptir ekki máli. Þörfin alveg svo sama. Og alltaf fólk sem við höfum rætt við í gegnum tíðina sem hefur komið í þessu flokku sem þessum hlutverkum hafa gengt hafa haft þann skilning að við verðum að fá þessu máli lokið. Og það verður, eins og kom fram, þetta verður að vera einn þungamiðja þessara bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili að koma þessum málum í það horf að við getum með sóma litið yfir og sagt að þetta sé komið á þann stað sem við viljum sjá. Þannig að það verður að næga að taka. En eins og segi, þetta mér finnst fátt hafa skilað jafn litlum árangri með þann tíma og það kraft sem lagt í eins og þessi málaflokkur, og vonandi sjáum við breytingu á því núna. Þó margt gott sé gert og það unnið aðdáunarvert starfi, tekað fram á hjúkrunarheimilum okkar, hvar sem þau eru, það unnið aðdáunarvert starf þar að miklu fórnfýsi og miklu dugnaði, en við verðum að geta búið þessu starfi umgjörð sem sómi af.
Algjörlega, takk fyrir. Vilja fleiri Rúnar Gunnarsson gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og félagar. Það hérna liður 1-4 sem strandgat 62, fyrirhuguð makaskipti og talaðu að setja þarna upp tjaldstæði og eitthvað slíkt. Þetta hús hús sem ekki má í rauninni nota og einskisvirði, en við ætlum að fara að skipta á þessu og 10 milljón króna eign. Og ég tel það bara vera alveg glórulaust. Fyrir utan það að það á hugsanlega að rífa það kostar aðra 10 milljónir til þess að fjarlægja það bara af svæðinu. Ég sé sér ekkert að þessu húsi og ég vil alls ekki búa í sveitarfélagi þar sem við erum búin að búa þannig að það ekkert líf í sveitarfélaginu. Af því að það stendur bílar fyrir utan, þá fer það í taugarnar á mönnum. Það rauninni ekkert annað fyrir utan húsið. Og ég skil ekki hvað það sem fer í taugarnar á mönnum með þetta hús. Þetta hús bara stórt og glæsilegt og vel til haft. Ef Fjarðabyggð hefði hugsanlega ætlað að skipta á þessu húsi til þess að nýta húsið á einhvern veg, þá hefði ég kannski verið tilbúin til að svona hugsa málið, en 10 milljónir fyrir ekkert, það ekki gott. Það allt og mikið ílagt. Bréfið hérna sem kom frá henni Þórhöllu, ákaflega gott bréf og vel unnið. Það þýðir ekkert að svara fólki og segja bara við ætlum að gera eitthvað. Við ætlum að vísa þessu þangað eða við ætlum að vísa þessu hingað. Við ætlum bara að gera eitthvað. Við erum ekki að gera neitt. Ég sagði á bæjarráðsfundinum, það sem við þurfum að gera, við þurfum að vera undan. Við þurfum að vera undan ráðherranum, hann ekki að gera neitt fyrir okkur. Við þurfum að hafa tilbúið með lóðina, klára með hana, tilbúið með hugsanlega hvað þetta kostar, eða viðbyggingu við sjúkrahúsið þar sem nú í dag, eða tilbúið með hvað við ætlum að kaupa. Við þurfum að vera undan henni, ef hún ekki gerir neitt, þá verðum við bara að gera það. Þetta ekkert mjög flókið sko. Við byggðum sjúkrahúsið á Norðfirði á sínum tíma af því að ríki vildi ekki byggja það. Þá byggðum við bara sjálf. Og þetta okkar gamla fólk, þetta ekki þeirra gamla fólk sko. Við þurfum að vera undan, langt á undan. Ferðin til Egilsstaða. Ég hef aldrei farið áður í svona ferð til Egilsstaða. Hún alveg makalaus og skemmtilega mörgu leyti og ég kom svona svolítið nær því hvernig þeir hugsa á héraðinu. Þeir sögðu til dæmis, við horfum á þetta sem eitt atvinnusvæði. Já, í aðra áttina. Við sem sagt eigum að skaffa vinnu fyrir fólki þeirra. Þeir ekki að skaffa vinnu fyrir fólkið okkar. Það einhver 250 til 300 manns sem vinni í Fjarðabyggð. Og ég ekkert á móti héraðsmönnum í þessu, en menn skuli koma og segja að þetta eitt atvinnusvæði, allt saman. Við erum kannski ekki að standa okkur nógu vel í Fjarðabyggð til þess að fólki sem vinnur í álverinu búi hjá okkur. Betra að búa á Bægisstöðum? Af hverju betra að búa á Bægisstöðum? Jú, það kostar ekkert að kynda þar. Kyndukostnaður mjög dýr hjá okkur. Þess vegna það forgangsatriði hjá okkur núna, það að ráðast á að fá lækkun á rafmagninu. Og við eigum líka að vera þar á undan. Við eigum ekki vera bara að japla eitthvað. Við eigum að skrifa ráðherranum bréf, öllum alþingismönnum og berja á þessum málum. Láta heyra í Fjarðabyggð. Fjarðabyggð bara byggðal sem að má láta heyra í. Við eigum ekki að láta þetta fólk segja okkur eitthvað fyrir verkum. Við segjum þeim að lækka hjá okkur rafmagnið. Þetta ekkert flókið. Og þau verður bara að gera það. Og þegar við erum búin að því og lækkum svo fasteignagjöldin á næsta ári, þá kemur fólkið til okkar og býr á Reyðarfirði eða Eskifirði eða einhvers staðar til að vinna í álverinu. En áður meðan það við gerum ekki neitt og við erum, svona mínu mati ósköp lítið að gera þessi
bæjarstjórn sem núna hún er rola svona litlaus, hún er bara svona að halda áfram í þessu dauðu bæjarstjórn sem var síðast, hún var alveg steindauð og það er bara verið að halda áfram svona hjakka í málinu, það er ekki verið að gera neitt. Við þurfum að berja í borðið miklu meira og gera hlutina. Takk. Rúnar, ég skal svara með strandgötu eftir en Heimir Gylfason við beðum máli, gerð svo Heimir. Forseti, fundamenn. Það er hérna sami liður og hann Rúnar byrjaði á hérna 1-4 með strandgötu 62. Tek svolítið undir með honum og ég sem sagt vil leggja fram fyrirspurn sem snýr að þessu, hvort það sé eðlugjörningur, er fordæmi fyrir honum og er búið að gera eitthvað mat á sem sagt verðmætum þess að tveggja eigna og telur sem sagt formaður Bæjarráðs að hægt sé að leggja þessar eignir að jöfnu eða er eitthvað peningar í spilinu eða eitthvað annað í gangi. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir Heimir. Þýttis vel þú byrja og ég skal svo rétt að ítreka að liðurinn Strandgata 62 sem þarna fór inn í Bæjarráð óskaði eftir umsögn Englendingaskipunar- og umhverfisnefndar sem var svo veitt á, nefndin tók þetta fyrir og sínum fundi rétt fyrir jól og þetta er að koma til Bæjarráðs á mánudaginn, þannig að þetta er ekki svona sko bara svo menn sé alveg hreina, þetta er ekki til ákvörðunar í dag, heldur bara að beða eftir umsögn nefndarinnar og Bæjarráð tekur Eydís þú svarar. Forseti. Það var beint fyrir mig fyrirspurn út af lið 1-4 Strandgötu 62 í Neskaupstað. Ekki með hérna. Þess að fá hérna, já, með það hérna. Já, og þá, eins og þess að var beint til okkar og við vísuðum þessu til ESU, til umsagna og það er hérna til afgreiðslu á eftir. Já, það er fyrir fordæmi, ég er svo sem ekki með þau hér, en fyrir makaskipti. Og hvað var að fordæmi? Verðmat sem farið fram á þessum tveimur eignum að það að jöfnu. Já. En svo sem ég man eftir því það var skipt við hérna Byssafjörð húsnæði, það skiptum við íbúðarhúsnæði sem var bara núna á síðasta kjörtímabili. Þannig að fordæmin eru til og þessu var vísað til ESU til að fá faglega hérna meðhöndlun. Takk fyrir Eydís, orðið lust fundargerð Bæjarráðs. Gerðu svo vel Einar Már Sigurðsson við beðum orðið, gerðu svo vel. Ég er að sjá hvað ég á að skilja að býða þér. Jú, ég er bara að skilja þetta rétt að fundargerð eftir. Forseti, örfá atriði sem ég ætlaði að koma inn á. Byrjum bara á Strandgötu 62 af því að það verið að ræða hana. Mér fannst nú svona einstaka bæjarfulltrúi vera komin örlítið svona fram úr sér í þessu máli vegna þess að ég lít svo á að þegar við fengum þetta mál vísa til okkar í ESU að þá þyrftum við bara að velta fyrir okkur sem sagt þessu makaskiptum og hvort að þetta væri eitthvað sem okkur hugnaðist og það liggur alveg ljóst fyrir að við erum búin að vera að skoða núna í nokkurn tíma leita af tjaldstæði þegar að því kemur að það þurfa að flytja það og okkur sýnist þetta geta komið mjög vel til greina. Mér fannst svona sérkennilegt hjá bæjarfulltrúanum áðan að tala um það að það ætti að fara að rífa þetta svo framvegis. Ég kannast nú ekki við þá umræðu, heldur höfum við einmitt horft til þess að þetta hús gæti nýst á tjaldstæðinu sem slíku. Ég tek undir það að þetta hús er afar reisulegt og ég veit að sumir þekkja það betur en aðrir hér inni en við þurfum ekki að fara inn í innvolsið á því. Þannig að það kemur mjög óvart ef ástand húsins væri þannig að þetta rífa það. Þannig að síðan er það auðvitað bæjarráðsins að vera í þessum samningamálum og mér finnst ekki eðlilegt að við svona ljúkum samningagerðinni að hálfu bæjarins hér á þessum fundi. Ég held að sé eðlilegt að það sé nú gert á annan hátt. Þannig að þetta mál kemur að sjálfsögðu hér aftur þegar að og aftur inn til bæjarráðs, þannig að þar verður auðvitað máli rætt nánar.
Þannig að mér finnst að við eigum auðvitað að skoða þetta og eins og ESA gerði, skoða þetta með jákvæðu hugafæri og við töldum það svona að okkar hálfu að það væri sjálfsagt að þetta mál héldi áfram og verði skoðað til enda og fordæmin eru sem til staðar. Það var bara fyrir líklega ári síðan eða 1,5 cirka sem að svipuð makaskipti áttu sér stað, þar að sjá milli eigna og þar var leyst ákveðið mál sem að var held ég þannig að báðir aðeins höfðu hag af og ég trúi því að menn sigli þessu máli nákvæmlega þannig að það verði hagur beggja aðila að koma þessu í höfn. Aðeins, ég getur vel að tekið það saman vegna þess að þetta er náttúrulega sama málið að hluta til, það er að segja það er með fiskeldið eða laxeldið og svo hjúkrunarheimilin. Þetta er nákvæmlega þetta sem við erum svo ofta að ræða og ég get alveg tekið undir með Rúnar og hef sagt það hér áður að ég telja að það sé komið tími til að við förum að velja okkur aðrar baráttuleiðir heldur en hafa verið fram að þessu notaðar að hálfu sveitafélagana. Það er að segja varðandi verkaskiptingu ríkis og sveitafélaga. Þetta er auðvitað algjörlega ótækt og mér fannst Rúnar orða þetta ágætlega aðan þegar hann sagði að þetta væri okkar gamla fólk en ekki þeirra. Þetta er þetta okkar allra þannig séð en þetta gamla fólk er hér hjá okkur og þetta er þjónusta sem er nærþjónusta sem snýrað okkur og það er voðalega auðvelt að sitja í einhverju ágætu ráðuneyti suður Reykjavík og segja bara nei, það er ekki hægt að gera þetta, það er ekki hægt að gera hitt og við sjáum að þetta er ekkert bundið við okkur því miður, þetta væri kannski ekki flókið ef að þetta mál væri bara vandamál hér hjá okkur. Þetta er vandamál því miður nær all land og við sjáum til dæmis að þegar er við að ræða æði oft vandamál Landspítalans þá endar það yfirleitt alltaf á þessu. Þeir get ekki útskrifa fólk af spítalanum af þessari sömu ástæðu. Nákvæmlega svo kemur fram í bréfi Þórhallu að það er ekki hægt að útskrifa fólk af sjúkrahúsinu út af skort á hjúkrunarrýmum og þetta er auðvitað þannig vandamál að maður jafnvel farin að fá það á tilfinninguna að ríki sé innan gæsalappa að hegna sveitafélögunum við það að það er ekki búið að færa þetta yfir af því það var búið að ræða að gera það. Og þá er spurningin sem segi hvaða baráttuleiðir á að fara því að það er augljóst mál að þetta er komið í hreint öngstræti og það verður að finna einhverja róttæka leið til þess að leysa það. Það er sama með eins og með laxeldið, eftirlitshlutan af því. Hvaða fíflagangur er þetta að sinna þessu eftirlit úr Reykjavík? Þetta er algjörlega með ólíkindum. Við erum með haust hérna heilbrigðiseftirlit Austurlands hérna fyrir austan sem geti hæglega tekið hluta þessu eftirliti og allavega þannig að það væri þá í nágrenninu og hægt að sinna því miklu betur en það er tregða eins og við vitum ef það er enginn til þess að taka ákvörðun það að færa út úr einhverjum stofnunum hlutina þá gerir stofnunum það ekki sjálf hún viðheldur sér og heldur fast sín verkefni þannig að þarna þarf einhvern til að taka á þessu og ég trúi því og treysti sama hvar í flokki fólk er að það nýti sér þær tengingar sem það hefur inn í sína stjórnmálaflokka til að reyna á áhrif á sitt fólk og það er umvel þannig sem við þurfum að vinna þetta plús að þetta nýta allan þann samtakamátt sem við getum haft með öðrum sveitafélögum og það veitum svo til að við erum þokkalega mönnuð í því að geta haft áhrif á þau ferli kannski óvinnu vel mönnuð núna þannig að mér finnst að við þurfum að nýta þetta tækifæri og þá á ég við það bæði sameiningamáttin hér fyrir austan en ekki síður á landsvísu því að það auðvitað reynir á þetta. Þannig að þetta er verk að vinna og ég vona að við getum sameinast það hér í bæjarstjórninni að þetta kjörtímabil verði þegar að það verður fært í sögubækur kjörtímabilið þar sem að menn komu þessum málum eitthvað fram, þar sem að það verður tekið eftir að það eru stigin skref sem skipta máli fyrir íbúa þessa bæjarfélags. Já, hvað er fyrir einar? Við erum fleiri kveðsli hljóðsundir fundagerðum bæjarás. Svo finnst ekki aðeins að fá taka til máls vonandi að við svara því og það gefst tækifæri til þess að ræða strandgötumálið inn í bæjarráði á mánudaginn, skilsminn þetta sé að koma inn þá og ágætt með það. Síðan náttúrulega bara er það fagnaðarefni að sú umræða sem á sér stað og hefur átt sér stað öldrunarmál á landinu og er ekki nýja nálinni og maður sér á ýmsum stöðum eru úrlausnir að koma en það úrlausnir er ekki endanlegar
Það er ekki bara byggjaðu, það er líka rekaðu. Og það er það sem hefur verið staðið stýrin á milli sveitarfélaga og ríkisvaldsins síðustu ár, og það hefur nú gengið á ýmsu, og auðvitað getur maður haft allar skoðanir um hvort bæjarstjórnir séu máttlausar og lélegar og svoleiðis, en ég hef samt fullviss um það að stór hluta þeim umræðum sem átt sér stað hefur ekki alltaf verið mikil gleði innan ráðuneytanna með, og hefur verið tekið á því að miklum þunga oft með miklum látum. Svo getur maður að sé hvað það hefur skilað manni stundum, maður hefur lengst á milli funda, en verkefnið er framöndan og það er ærið og það er rétt, og við þurfum að taka á því hér áfram núna að fullum krafti núna á þessu ári. Við verðum að fara að sjá til lands í þessu, því að það er nú einu sinni þannig að sveitarfélögin getur tekið sér fleiri verkefni og gera það vel, en því verður að fylgja fjármagn. Þannig að ríki sýtir bara ekki eftir alltaf. Ef það fær ekki sínu fram með samningum þá breytir það lögum og eigið því fjármagn þegar eitthvað sem okkur finnst ekki allavega nógu viskulegt. Þannig að við verðum að tryggja það með. Því að þetta er einu svona sameiginlegur rekstur okkur öllum á Íslandi. Og vonandi verður á því meiri skilningur í framtíðinni. En það var ekki fleira, orðið laust. Engi þessu hljóðs, þá ætlum ég að bera upp þessu fundargerði þess að það sanngefnir sig merki. Þannig að þetta með 9 atkvæði. Þá er konið fundargerði eignarskipunar og umhverfisnefndar númer 222, orðið laust hana. Engin þessu hljóðs, ég ber nú til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er næst fundargerð hafnarstjórnar númer 209. Leði ég opna umræða aðeins að fá bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á svona, sérstaklega kannski að tveimur málum. Annars vegar áttum við ágætis umræðu í hafnarstjórn öryggismál við framkvæmdur á hafnarsvæði. Ég get ekki fundið betur á hafnarstjórn fólki núna heldur en við viljum setja svona aukinn þunga. Það hefur verið heilmikið unni í öryggismálum starfsmannahafnana og öryggisstefnu Fjarðabyggðarhafna sem er finn á heimasíðunni. En við viljum líka fara að horfa til þess að bæði með aðganginn á höfnunum, hafnavendina, það er margt gott fyrir unni í því, en við þurfum að efla það. Ég held að það sé orðið alveg óhjákvæmilegt allavega á sumum höfnum okkar, það sem er orðið mikil umsvif og mikil trafík, þá verður það slíkt að vera í lagi hjá okkur. Og jafnframt þeim sem koma inn til starfa hjá okkur verktakar og annað slíkt að þeir fara eftir þeim öryggisstefnum sem við höfum. Þannig að þetta er verkefni sem við erum alltaf að halda áfram að vinna í núna. Og síðan er það stefnumótun vegna skemmtiferðaskipa. Við þekkjum það rætta hér á fundum áður og það var haldinn hér heilmikill fundur stefnumótun í ferðamálum. Það sem þetta var meðal annars, við fengum þarna niðurstöðurnar, svona grófa yfirferð á því sem hafi komið út af þeim fundi. Nú verður að ganga frá því efni sem þar kom og við þurfum að fara að taka það og í samstarfi menningar og nýsköpunarnefnd sem er með ferðamálin, hvernig við viljum sjá skemmtiferðaskipamálin og okkur gefst tækifæri að ræða það hér þegar við verðum komin lengra með það. Það var áhugavert að sjá það sem hafi verið rætt á þessu fundi, það var vel mætt á hana fund og það hafi verið lífleg og góð umræða og það verið hrólt að sjá hana endanlega unna og síðan þurfum við að fara að setjast niður og marka okkur þessa stefnu. Annað var það ekki, orðið í laustu hafnarstjórn. Engi hversu ljós, ég ber nú til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það næst fundargerð íþrótt tónlistarnefndar með 55. Orðið laust hana, Pálína Margeirsdóttir beðmálið, gerðu svo vel Pálína. Já, forseti bæjarstjóri og góða fundamenn. Mér langar aðeins að stikla á nokkrum atriðum og fundargerð 55 í íþrótta- og tómstundanefnd. Það er fyrst þarna 5.2 sem er forvarnaráætlun. Þar fórum við yfir það sem var gert á síðasta ári. Þar voru 5 viðburðir sem voru á síðasta ári sem voru ætlaði fyrir ungmenni og foreldra. Þetta voru allt bara mjög þarft og flotti viðburðir. Og svo fórum við aðeins yfir það sem við erum komið með á blað fyrir árið 2019. Það er að vísu ekki búið að tímasetja það. Ég held svona 4-5 viðburðir ári sé bara mjög góð tala. Þá erum við að tala kannski annarkvæmt mánuð yfir svona vetrartíman. Því að því er nú ekki mikið verið að hafa þetta við sumarið og ég held að það sem okkar markmið ætti kannski frekar að vera heldur en fara að fjölga því, það verið að fá fleiri til þess að njóta og nýta þá viðburði sem eru í boði.
því að það væri virkilega gaman að sjá fleiri sem væru að nýta sér það sem er boðið upp á. Svo langar mig aðeins þarna í 5.3, það er stefnumörkun í fræðslu og frístundumálum, en í starfsáætlun fræðslunemndar og íþrótta- og tómstundanemndar, þar er gert ráð fyrir að endurskoða á þurfi stefnun okkar, en það er hún orðin að verða 10 ára á þessu ári og komin tími á það. Frá því að þessi fundu var, þá er náttúrulega búið að dagsetta fundi og nú var bara að fara að sigla á stað og ég bind mikla voni við það að við þessa endurskoðun okkar og þú veist það er virkilega komin þörf á sérstaklega í sambandi við tómstundahlutan og hvað við bjóðum börnunum okkar upp á eftir skóla og slíkt, það er svona alltaf verða meiri kröfur í samfélaginu það og ég gerir mér nú vonur að við förum að einhverju leiti að stað strax á þessu ári en við nefndin á að skila af sér í maí en ég er svo sannarlega að vona að okkur takist að fara á stað með eitthvað eins og ég segi bara í vor af því að það er virkilega þörf á því að við förum að hafa okkur á stað þarna og þurfum að taka okkur á. Síðan langar mig aðeins bara að minnast á 5.4, það er íþróttamaður Fjarðabyggðar en það var sem sagt 29. desember sem við kusum okkur íþróttamaður Fjarðabyggðar fyrir árið 2018 við athöfn á Breiðdalsvík og það var og mér langar kannski að nýta tækifæri og óska Önnu Maríu Vídal eða Valal eins og hún er kölluð hjartanlega til hamingju með titilinn og náttúrulega öll okkar frábæra íþróttafólki sem að fekk tilnefninga þennan dag og viðurkenningar og þetta er ótrúlega stórt, til dæmis bara það voru 39 sem fengu tilnefningar í landslýsverkefni. Mér finnst það bara rosalega flott og og svo langar mér kannski síðast en ekki síst bara að þakka fyrir fólkin í Hrafnkeli Freyskoða fyrir. Þetta var bara glæsilegt hjá þeim, þau sáu veisluna sem við fengum og bara leiðilegt að skildi ekki fleiri komast til að njóta með okkur. En það er bara svona, það er spurning hvort þetta var náttúrulega rosalega góð jól til að ferðast og vera í burtu, þannig að við stjórnum ekki öllu. En þetta var virkilega góðu dagur. Takk. Takk fyrir Pálína, fleiri hversi ljós. Í tónstarnefnd. Svo verðist ekki verið, ég ber þá fundargerð til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð barnaverndar númer 93, orðið er laust hana, engin kveður þessu hljóðs, ég ber henni til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin liðin almenn mál og það er fyrst fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019 viðauki 1 og ég ætla að gefa bæjarstjóra orðið sem mun nú mæla fyrir miðauka. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér er framlagið viðauki nr. 1 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019. Nú hann er framlagður vegna samþykktar kaup á fasteign og svo tölvuvæðingu í grunnskólum eða sem sagt snjalltækjavæðingu í grunnskólum Fjarðabyggðar. Þar er bæði að ræða snjalltæki og líka tengingar inn í skólana þannig að tæki nýtist sem best og þá ættum við að vera búin að ljúka snjalltækjavæðingu í skólunum. Samkvæmt viðaukanum aukast fjárfestingar eignasjóðs 27,8 milljónir króna. Þessi aukning í fjárfestingarkostur eignasjóðs verður fjármagnaður í gegnum viðskiptareikning sjóðsins við aðalsjóð og eigið fé aðalsjóðsins lækkar þá samsvarandi upphæð. Nú fjárfestingar tækjamiðstöðvar aukast 24,4 milljónir og er jafnframt fjármagnaður í gegnum viðskiptareikning sjóðsins við aðalsjóð og eigið fé aðalsjóðs lækkar þar af leiðandi sambærilega upphæð. Nú aftur á móti lækkar rekstrakostnaður í málaflokki 04 4,5 milljónir og þar af leiðandi hækkar eigið fé aðalsjóðs sem því nemur. Nú samanlagt er þetta 52,2 milljónir sem að breytingin þýðir í lækkun á handbæru fé. Já, ég svo sem ekki meira það að segja. Þakka fyrir Karl. Vil einhver taka til máls viðauka 1? Svo verðist ekki verið, ég ber hann til samþykktar, hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum komin lið 8 sem er umsagnir vegna fiskeldis Austfjarða á alltaf 20.800 tonna eldi í Beru og Fáskrúðsfirði.
Hér er lögð fram til umræðu og samþykktar í bæjarstjórn umsögn sem unnin hefur verið vegna beiðni Matvælastofnunar alltaf 20.800 tonn framleiðslu fiskeldis Austfjarða á laxi í Berufirði og Fáskrúðsfirði. Umsögnin hefur verið tekin fyrir í bæjarráði ásamt því að henn jafnframt sem hefur verið beint til hafnarstjórnar og inn í eignar skipulags- og umhverfisnefnd og var tekin nú endanlega afgreidd á fundi núna 7. janúar síðastliðinn til bæjarstjórnar og mun vera send Matvælastofnun núna fyrir miðnætti til umsagnar þetta mál. Bæjarfulltrúar hafa kynnt sér umsögnina, í henni náttúrulega er dreift á ýmsum málum en við ítryggum þar að það sé vandað eftirlit með niðursetningu sjókvía og öðrum framkvæmdum tengdu fiskeldi í sjó og þá eru jafnvel miklir hagsmunir til staðar hér tengdir siglingaleiðum og því verður að tryggja eftirlit með raunverulegri staðsetningu mannvirkjasjó svo að þeim sé ekki ógnað og svo er jafnframt bent á að ekkert eftirlit sé með starfsemi fiskeldis á Austfjörðum og það sé nauðsynlegt að meðal annars að heilbrigðisstofnun Austurlands geti leyst það mál. Jafnframt sem bæjarráð líka lýsir yfir áhyggjum sínum eða í umsögninni var lýst yfir áhyggjum af þessu áhættumati sem notaði til orðið sem er á skjön við svokallað burðarþol. Öllu þessu hefur verið komið þarna inn og umsögninni hér til umræðu, lengur þessi ljós. Svo virðist ekki verið í berin eftir samþykktar, hún er saðend með 9 atkvæði. Þá er það næst 9. liður, það er umboð til kjarasamningsgerðar. Bæjarráð samþykkti á áðurnefndu fundi 7. janúar að uppfæra kjarasamningsumboð Fjarðabyggðar og stofnana við Samband Íslenskra sveitarfélaga vegna komandi kjaraviðræðna og launanefnd sveitarfélaga mun nú taka við og eins og verið hefur og verið í fararbroddi í kjarasamningsviðræðum sem framundan eru og þessu umboði hér vísa til staðfestingar bæjarstjórnar. Orðið er laust, engi hvað þessu hljóðs, ég ber þetta til samþykktar, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Nei, það er bara næstilegur. Síðan er komin í lið 10 sem er auglýsing og skrá yfir störf Fjarðabyggðar sem er undan skilin verkfallsheimild. Það er sem sagt þess að við þekkja í tengslum við kjarasamningsviðræður þá er uppfærður listi starfa þeirra sem ekki hafa verkfallsrétt samkvæmt 19. grein laga nr. 94 frá 1986. Samráðsferli er með hlutaðeigandi stéttarfélögum með lokið. Það er hefð fyrir því eins og menn þekkja að þannig eru vinnulegin það er farið yfir með stéttarfélögunum og það er búið að sammælast þennan lista sem hér er lagður fram til afgreiðslu. Bæjarráð samþykkti listan fyrir sitt leyti þann 7. janúar og rétt er að taka það fram að Ragnar Sigurðsson óskaði eftir því að víkja af fundi sem ég samþykkti bæjarfulltrúi vegna þess að hans starf fellur undir áðurnefndan lista. Orðið er laust þennan lista. Engi hvað þessi hljóðs, hann er búinn til samþykktar, hann er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar ganga í sala 9 og þá erum við komin hér reglur um afskriftir krafna. Þetta eru reglur sem eru hér innan húsi á Fjarðabyggð afskriftur og innheimtu krafna okkar og það er búið að endurskoða það reglur með tillögu fjármálastofu breytingar ásamt minnisblaði sjáið. Það er svona farið yfir þau mörk sem fjármálastofu hefur til þess að og svo nefnd hér innan hús sem fer yfir það hvað skal afskrifað af kröfum sem eru þá tapaðar og ekki innheimtar og bæjarráð er búin að fara yfir þetta og samþykkja reglunar og vísa hér til staðfestingar bæjarstjórnar. Orðið er laust þessar reglur. Engi hvað þessi hljóðu sé ber upp til samþykktar. Það er samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er að liður 12. Deiliskipulag Leiru 1. Iðnaðar- og hafnarsvæðis sunnan Strandgötu og Eskifirði breyting stækkun hafnarsvæðis. Hér er lögð fram tillaga til auglýsingar að deiliskipulag Leiru 1 sem er iðnaðar- og hafnarsvæðis sunnan Strandgötu og Eskifirði breyting vegna stækkun hafnarsvæðis ásamt umhverfisskýrslu. Eignarskipulagsumhverfisnefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti deiliskipulag Leiru 1 í auglýsingu. Skipulagsuppdráttur greinargerð umhverfisskýrsla dagsett 7. desember 2018 fylgir og þegar við séð í ykkar gögnum. Málsmeðferð er samkvæmt venju í samræmi með 42. grein skipulagslaga en bæjarstjórn þarf að taka ákvörðun að auglýsa skipulagið. Vil einhver þessi hljóðs þetta? Svo er ekki, þá ber ég það upp. Og það er samþykkt með 9 atkvæðum að vísa áðurnefndu deiliskipulag eða breyting á því til auglýsingar. Þá er góði bæjarfulltrúar að þetta var síðasti liður hér á dagskrá í dag. Rétt er að taka fram að eins og var kynnt fyrir árum þá stóð til að ungmennaráð myndi funda með okkur hér í dag. En þau óskuðu eftir því, eða tómstund og íþróttafulltrúi óskaði eftir því fyrir þeirra hönd að fá þeim fundi aðeins frestað vegna annara verkefna hjá þeim. Þannig að við stefnum að því þann 24. janúar sem er næsti bæjarstjórnarfundur að ungmennaráð verði hér.
og það með líkum hætt að verið hefur. Þau munum sita hér og fylgjast með hefðbundnum bæjarstjórnarfundi. Við munum svo setja nýjan fund á honum loknum með þeim, með þáttöku þeirra, þar sem þau munum bera hér upp fyrirspurnir og umræður, og eins bæjarfulltrúar hafa eitthvað í farteskinu sem þau vilja ræða ungmennaráð, þá mjög gott að taka það saman og láta mig vita af því. En við ætlum okkur að festa það núna að funda með þeim 2 ára ári. Við höfum fundað svona meðaltal 1 ári með ungmennaráði, en við vorum sammála um það að það eru að skylda að auka þáttöku þeirra sem mest, þannig að það verið fundað í upphafi árs og að hausti ár hvert. En þá ekki fleiri hér í dag og ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetun og umræður og segi fundi slítið.